Ja, Kristína, 22 stiga sigur á Tindastól heimavalli kvöld. Hlýtur að vera gaman að geta boðið áhorfendunum upp á þetta. Já, það er náttúrulega bara geggjað að fá áhorfendur og gaman að geta boðið þeim upp á sigur þá það hefði ekki tekist í fyrsta leik en það tókst núna. Hvað er að gerast hjá okkur? Hvað sigrið þennan leik? Liðsheildin. Já. Ég held að við séum bara svolítið þannig ef við spilum sem lið þá náum við sigra. Ef við ætlum öll að spila í sigur á horninu og þá gengur ekkert. Þú var byrja leikinn svolítið með fótinn á bensíngjöfinni, hleypið henni svona eiginlega inn í leikinn aftur í öðrum leiklutanum og farið svo í einhvers konar svæðisvörð sem að leyfði þeim eiginlega bara að skjóta rosalega mikið, allan fyrir utan þriggastæðlínu og þeir hitt ekki neitt. Var það eitthvað sem lögðu upp með að gera í leiknum með það? Já, svæðin alltaf gekk vel á króknum, Já. Þannig að við ákveðum að prófa það aftur og það gekk vel. Þeir hittu ekki á góðan skota sem að hendaði okkur á gata. Heldur betur ekki. Hvað nú verður að koma af, það tapast síðustu 3 leikjum í deildinni. Það hlýtur að vera svona kærkomið að ná í sigur. Já, það er það. Það er líka sterkt að byrja seinni hlutan á sigri, eins og fyrir hlutan. Þannig að þetta er bara mjög góður sigur. Nú fáið þið að það er Valur í næsta leik. Hafið þið eitthvað náð að skoða það hvað við kunnum að búast úr þeirra viðri? Já, ég held við megum bara búast við svipuðum leik og í fyrsta leik eftir COVID. Ég held að það verði bara svona svipaða leikur. Hafið þið eitthvað náð að skoða það? Vonandi dettur á nokkra megin. Já, náttúrulega svolítið nýtt lið hjá Valur. Er erfitt að undirbúa sig fyrir svoleiðis leiki? Nei, það var svona spilað 2 leiki síðan og við förum bara beint í það í kvöld að undirbúa okkur fyrir þannig leik. Frábært, takk.